hófst þinn svona listferill og þú veist, eða nægilega? Já, hann hófst náttúrulega kannski í Mentó, Já. MH. Mhm. Þar var náttúrulega mikið svona músíklíf, Já. kór og mikið af hippum og músík á fólki. Nei, þannig byrjaði þetta og við hittumst strákarnir, ég, Valli, Valgeir Guðjónsson, Jakob Magnússon, Egill Ólafsson og byrjuðum bara að spila saman sko. Það þeir hafði nú svolítið misjafn sko, Egill hafði lært söng en við Valli hafðum ósköp lítið lært og lærðum eiginlega saman sem ekki neitt í músík sko. Svo svona smá vatt þetta upp á sig við fórum að halda einhverja svona smá tónleika í menntaskólanum. Og það voru ýmsar hljómsveitir, það var, ég man eftir hljómsveit sem hét Hassansmjör til dæmis, ein sem hljómsveit Árna Vilhjálmssonar var ein. Síðan hættum við í MH, áður en að spilaverkið byrjaði sko. Þá vorum við hætt í skólanum. Það var ekki fyrr en við útskrifuðumst 1971 og fyrsti svona opinberi konsert spilverðsins var 1974 í Norræna húsinu, reyndar. Hvernig kom upp með þessa plötu? Kom það bara lengur seinna eða var það, þú veist? Nei, fyrsta plata sem við gerðum, hún kom út ári seinna sko. Við störfuðum ekki saman nema í hvað, 3-4 ár. Já. Sko eftir þennan fyrsta konsert, svona opinberlega. Já. Já, þetta voru svona 3-4 ár sko. Já. Þannig að þetta var kannski engin hápunktur beint, ég meina það var svona. Nei, en Hljómsveitin var eiginlega strax mjög svona umtöluð sko. Já. En svo voru þetta náttúrulega svolítið öðruvísi tímar sko, þetta var, menn voru að berjast fyrir betri heimi sko á þessum árum. Já. Og við þóttumst verið að taka þátt í því eitthvað líka. Þannig að þetta var svona svolítið, þetta var ekki bara grín og gaman sko, þetta var svolítið svona alvara. Það var alveg alvara í þessu. Já. En fóru ekki nú einhverjir úr þessu bandi, var það ekki einhverjir sem fóru í síðan stuðmenn? Jú, stuðmenn voru til sko. Voru til? Þeir voru til þarna í menntaskólanum. Já. Þá voru þeir til, en við vorum ekki, ég var ekki í stuðmönnum þá sko. Nei. Það var seinna, það var 75 eða 6 sem að fyrsta stuðmannaplata var gerð. Já. Sumar á Sýrlandi. Þá fórum við til London og gerðum þá plötu sko. Og já, ég gerði 2 plötur, eða var með á 2 plötum, stuðmannaplötum. Svo vildu strákarnir reyndar áfram. En þá kom upp svona listrænn ágreiningur milli mín og já, kannski Jakobs Magnússonar. Já. Þannig að ég hætti. Það er ekki hægt að segja frá því hvað það var, endilega það ágreiningur. Já, ég held að það hafi bara verið, sko þeir vildu hafa þetta svona skemmti- og gleðisveit. Já. Ég sá þetta frekar svona sem einhvers konar svona baráttu, Já. svona eitthvað alvarlegra. Já. Þannig ég held að það hafi bara verið það sko. Þeir voru náttúrulega, það var ágætt að þeir fóru þessa leið sem þeir fóru þeir, gerðu maður skemmtilega. Ég var svona meira að vinna svona ég vann dálítið mikið í upptökum. Já. Taka upp plötur. Tók nú reyndar þátt í samt að gera plötur líka sko. Og svo núna hef ég unnið sko, hjá Þjóðleikhúsinu sem ljóðmaður. Já.
Og gert músík við einhverjar sýningar. Jú, búin að vera í því lengi. Búin að vera í 15 ár bara. Það er þá víst skemmtilegt að vera svona lengi í því. Nei, ég reyndar, ég er búinn að setja punktinn, sko, við það. Já. Þannig að Ok. það var orðið ágætt, sko. Já. Má ekki eiginlega vera svona. Og á einhverjum tímapunkti þá bara, þá gleypti tónlistin mig bara, þú veist, ég bara pældi ekkert inn í öðru. Nei. Ég veit ekki, það ætlaði ekki verið einhvern tímann eitthvað Bítla, Já. 1964 kannski, eitthvað svoleiðis. Já. Já, ég held ég hafi bara heyrt eitthvað Bítlalag og eftir það var mér ekki viðbjargandi, sko. Nei. Þau kveikja Ég saman með að skipar einhvern veginn þannig, það var engin ákvörðun frá mér, sko. Nei. Nei, en maður verður að hafa, sko, passjón einhverja. Já. Það er voða lítið gaman held ég að fara í til dæmis tónlist eða myndlist ef maður, sko, það verður svona innantómt ef þú, sko, erfitt bara, ef þú hefur ekki, sko, einhverja ástríðu fyrir viðkomandi fagi, sko. Nei, þú veist, var líka svona einhvern myndlist í þessu líka, eða var það bara tónlistin eða var það Nei, fleiri áhugamálan inni? mér þótti gaman að teikna og mála, gerði það tímabili. Ég var sendur í einhverja tíma upp í Ásmundarsal, það var myndlistarsalur á Skólavörðuholti. Já. Ég held að hann sé það til að læra að mála með vatnslitum. Já. Það var þessi gaman. Já. Gerði þetta aldrei að því. Mér finnst einhvern veginn, sko, listin hún er svona eins og kirkja, sko. Hún verður að vera, það verður að vera innihald. Já. Ef það er ekki innihald, þá skemmir maður þetta, þá er ekkert varið í það, sko. Það skiptir ekki svo miklu máli hvort þetta er myndlist, tónlist eða ritlist eða... Já. Þetta er alltaf sama, þetta er einhver svona löngun til þess að vilja búa til svona betra samfélag, sko. Nei, þetta er svona samúð með þeim sem að hafa þess, sko, skítt. Þú veist, það kemur inn í. Og bara, ég meina, er maður ekki alltaf að leita fegurð, einhverju fegurð í lífinu, þú veist, reyna að gera lífið aðeins betra heldur en það er svona, þú veist, aðeins fallegri hlut einhvern veginn. Þannig að þetta er nú svona spurning sem verður aldrei hægt að svara, held ég. Nei. En ef maður er í list bara til þess að verða frægur eða eitthvað svoleiðis, það er náttúrulega, það verður aldrei neitt varið í það, sko. Bjöggum eiginlega rétt hjá korfana, ég og Egill Ólafsson, sem kynntust eiginlega svoleiðis. Og þið voru báðir hérna í MH? Já. Og varstu á náttúrulærdeild eða varstu á... Nei, ég var í eðlisfræðideild. Já. Á sérdeild þá? Já, eða starffræði. Já. Það var mjög skrítin ákvörðun. Já, það er bara svona eitthvað... Já, ég held að það hafi verið einhverja aðrar hvatir á bakvið heldur en áhugi á starffræði. Já. Já. Var það að byrja að læra á gítar kannski svona ungur eða koma svona seinna? Nei. Það var verið að reyna að senda mann náttúrulega í píanótíma og svona eins og ennþá verið að reyna að senda fólk. Það náttúrulega gekk ekki neitt. Nei. Þannig að Nei, ég byrjaði svona frekar seint, ég held ég hafi fyrsti gítarinn sem ég fekk, ætli ég hafi ekki verið svona 14 ára. Ég byrjaði strax að semja lög, að ég var ekki búinn að eiga gítarinn nema að kunni ekkert á hann. Já, bara að byrja að fikta svona. Já. Það var alltaf bara málið.
Já, það var eitthvað svona sköpunar þörf, Já. greinilega. Þetta náttúrulega sprettur á svo mörgu, þetta hefur kannski verið, ég hef fundið einhvern svona farveg fyrir sjálfa mig að geta tjáð mig, sko. Já. Við svona frekar tilbaka típa. Já. Þá er oft gott að geta tjáð sig í gegnum eitthvað annað, sko. Eins og tónlist eða einhverja list. Já. Og hvað voru þið margir þarna í bandinu síðan sem seinna meir kom til hvað til? Við vorum 3. Já. Í spilverkinu og svo vorum við 4 náttúrulega í stuðmanna. Já. Ég veit ekki hvernig, ég þekkti nú Jakob síðan að ég var bara 6 ára eða eitthvað svoleiðis. Já. Það var með honum í skóla alveg, Ísaskóla og bara allan skólan, sko. Já, Jakobsen. Jakob Frímann. En svo ég meina, það voru ekki það margir sem voru speklir í músík. Ég meina, það náttúrulega myndað svona einhver hópur í kringum það, svona áhugamenn, sko. Já, já. Og það náttúrulega verið að halda blúskvöld og svona eitthvað. Já, Og þá hitti maður þessar stráka sem voru eitthvað spenntir fyrir músíkinni, sko. Þá voru þeir þar náttúrulega, sko, Egill og Valli. Já, þetta var á þeim árum, sko, þegar menn fóru svona í heimsókn hver til annars til þess að hlusta á plötur. Já. Það er alveg búið í dag. Já. Það er bara að senda Það var farið og sest og það var, en sátu með albúmið, sko, og hlustuðu á alla plötuna alveg frá upphæð til enda, kannski 2 svar. Og svo var rætt þetta og svona. Rætt lögin. Já. Þetta er mjög skemmtilegt, sko. Nei, ég meina, það er oft nauðsynlegt að gefa sér svolítið tíma í hlutina, sko, eins og þessa hluti. Já. Þú veist, og að hlusta á plötu svona, þú veist, í rólegheitunum. Maður verður einhvern veginn að gera það til þess að komast aðeins inn í það. Ég meina, ef þú heyrir þetta alltaf bara í svona einhverju backgroundi, þá einhvern veginn, maður tengir ekkert við það beint. Nei. Það verður bara hluti af þessu noisi í kringum hann. Sko, en ef þú sest niður og hlustar, það vantar einhvern veginn alveg í dag, fólk gerir það, hlustar enginn á músík. Þetta fer svona svolítið mikið inn eitt og út hitt, sko, þannig að það er mikið áreiti, sko, að maður einhvern veginn, ef þú gefur þér ekki tíma, þá missur af því, sko. Nei, ég meina, ef þú ætlar að geta tjáðið einhverja bíómynd, þá voru að horfa á hana. Það er bara svo mikið óþol. Það er svo mikið, sko, hlutinni verður einhvern veginn að ganga svo, það er svo lítið, sko, það er svo lítil þolinmæði til þess að slappa af með hlutum. Af því að yfirleitt er þessi hluti sem að maður er að gera og fólk er að gera ósköp ómerkilegir, það er einhver svona praktískt svona verið að hlaupa eitthvað og fara eitthvað í bæ og svona gera eitthvað sem skiptir litlu máli, sko. Við gefum okkur ekki einhvern veginn tíma til þess að svona bara taka þetta svona svolítið. Helst svona tímaþjófun er kannski talvan og netið, sko. Það er allavega þannig. Já, það er bara svo mikið synd af því að þetta er svo mikið rusla, þú veist, þetta er meiningalaust. Eins og netið er ekki neitt, þetta er bara ofboðslega mikið upplýsingum sem maður er algjörlega useless, sko. Maður hefur ekkert að gera með þessar upplýsingar. Jú, það er fínt að fletta upp, sko, náttúrulega hvort það sé hlaupár í ári eða eitthvað svona, en maður mann það ekki. Nei, ég meina, en það eru bara svona einstaka hlutir. Já. En ég meina, þetta er meira og minna allt useless. Þetta kemur mann ekkert. Það er náttúrulega, sko, í uppeldinu á það náttúrulega að vera númer 1, 2 og 3 að kenna fólki að vera bara sæmilega góðar manneskjur. Það á að vera málið. Ég meina, við búum einu sinni í þessu samfélagi. Og ég meina, erum við ekki hérna hvert fyrir annað? Ég meina, við ættum að vera hvert fyrir annað. Bara sem, ef við viljum þetta geti gengið, það sé eitthvað viti í þessu samfélagi.
þessi keppni öll og það minnst að vera alrangt sko, röng áhersla. Þessi keppni, það er alltaf verið að búa til keppni á milli okkar alla hluti. Hver er bestur? Og allar þessar bjánalegu fyrirmyndir sem fólk er með, þær eru náttúrulega alveg eitur sko. Fyrirmynd ætti ekki að vera til, þú veist. Það að eiga sér fyrirmynd, það lýsir ákveðinni heimsku sko. Nei, alveg, það segir sig sjálf. Ég meina, maður verður bara að skoða hlutina sjálfur og dæma þá. Ég meina, þú getur ekki tekið einhvern og sagt, þú átt að vera eins og þessi, eða þú átt að gera eins og þessi, eða eitthvað svona. Þetta er náttúrulega svo stjúpid, sko. Þetta er óaðalega stjúpid. Þetta er óaðalega stjúpid heimur, sko. En ég meina, verður maður ekki að höfða, einhvern veginn reyna að höfða til þessar samúðar sem er í öllum manneskjum. Og samúð með þeim sem að hafa það skítt, samúð með þeim sem að eiga erfitt. Það er eitthvað í manninum sem að, held ég, sem við erum fædd með eitthvað svona element sem að hjálpast að, sem sagt. Og það þarf að ýta undir það og listin getur nefnilega ýtt svolítið undir það og hún hefur oft gert það, sko. Einmitt þessa hluti. Það er einhvern veginn það sem að gefur henni gildi, sko. Maður tekur svona, við getum tekið dæmi, til dæmis Chaplin, sem að ég held að allir geti nú verið sammála að hafi verið dálítið mikill listamaður, sko. En hvað var það sem hann var að gera? Hann var akkúrat að gera þetta. Hann var alltaf að benda á þetta. Þessa hluti. Ekki stjórnmál, ekki hægri vinstri. Það er rugl, allt saman. Það kemur þess ekkert við. Það má ekki rugla þessu saman við vinstri menn og hægri menn og svoleiðis. Það kemur því ekkert við, sko. Það er bara svona, það eru bara orð. Þetta sem að er svona, gefur listinni gildi, sko. Það er að hún getur gert eitthvað gagn. Og glatt mann og búið til fegurð, einhverja fegurð í lífið sem hún gerir oft. Svo myndlist, ljóð og svona falleg lög, falleg músík. Það er svona kannski ég meina, það er ekkert annað sem að gefa manni eiginlega þessa tilfinningar nema bara ástin. Þú veist, þetta er kannski bara ástin sem er í listan, sem þarf að vera í listinni, sko. Hún þarf eiginlega að vera full af ást. Bara ást til alls. Ekki ágætt að enda á þessu. Það er mjög ágætt. Ég held það. Það er ekki betra, sko. Það má ekki vera betra en þetta. Það er það ekki. Stop.